Já, og þegar við hengjum rásuna upp þá skulum við aðeins fara yfir hvað heilbrigðisjáhrifin er. Hér spennibreytir, þetta er bara kassi með spennubreyti í. Vindinshlutfallið eru 20 vafningar hérna megin, þar sem eru 20 hér, 1 hérna, 20 hér, 1 hérna. Þá lækkar spennan 20-falt. Það eru 240 volt AC RMS inn, þá fáið þið 12 volt AC RMS út. Hérna er þessi stórt merki, bara alveg frá hátt merki, og hérna út fáið þið 20 sinnum lægra merki. Alveg sama form. Þetta hér heitir heilbrigðisjáhrifin, þetta er kallað afreiðisbrú. Þetta þýðir bara, hún virkar þannig að mínusinn hérna, hann er snúið við og hann kemur sem plús hér. Það er að segja nú, þetta rafmagn fer alltaf í þessa átt. Hérna er þetta fram og tilbaka, svona og svo tilbaka, en þeir búið að afreiða það alltaf þessum átt. Og reikniformúlan er einfaldlega svo að hérna, ef við vitum toppgildið hér, frá nullinu hérna og upp í toppinn, að þá deilum við rótina 2 í þetta og þá fáum við út effektífa gildi sem er RMS-ið. Það sem við mælið á fjölsviðsmælinn ykkar. Í þessari rás hér þá mælum við hérna með fjölsviðsmæli hér yfir og fáum cirka 12 volt AC, kannski 13 eitthvað svoleiðis, 12, já, við veitum bara eitthvað spenna hérna inn úr netinu, 12 volt AC hingað inn og síðan setjum við sveiflusjó hérna á milli. Við erum að skoða merkið út af eftirvaf, þetta hér er forvaf, kjarni í spennibreyti og eftirvaf. Yfir eftirvafið sem er sama og inn á afreiðisbrúna, þá fáum við svona bara AC-merki í sitthvor áttina, svona og hérna. En út úr brúnni, þá fáum við bara sömu átt. Það er að segja mínusinn, hann er sem sagt látinn fara, plúsinn kemur hérna svona, hérna, og mínusinn, hún er svo stýrt hérna, þannig að hann fer í sömu átt líka. Alltaf sama átt hér í gegnum peruna. Og við finnum hérna út, það er að segja, þessi voltmælir hér, ef hann er með 12 volt, þá er VP, þetta er voltpík hérna upp. Það er þá 12 volt sinnum rótina 2 og fáum út 17 volt cirka, hæðin hérna. Það leiða 2 díóður í einu, þannig að spennan lækkar um 1,4 volt. 0,7 volt hvort díóða og 2 í einu, þessar 2, digg. Þannig að hæðin á merkinu út, eða hæðin á fjallinu hérna, er þá 17 volt hérna, mínus 1,4 volt. Þannig að hæðin á fjallinu hér er 15,6 volt. 17 volt hérna, 15,6 volt hér. Og þessa spennu við, þetta er lykilatriði í þessu, þessa spennu hér notum við til síðan að finna út DC, þar að segja hvað, við búum mikið DC og hengjum hérna þétti hérna á milli og eftir og búum til DC. En nú skulum við bara hengja hérna upp svona hefðbundna heilbylgju afreiðisrás á brauðbretti og skoða þessi merki á fjölsviðsmæli og sveiflusjó.